ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og hann búin að koma sér fyrir hérna, hann Guðmundur Karl Sigurðsson, Gummi Kalli á Sunnlenska. Hvað blessa og sællauðingi? Sæll og blessaður, gestur. Það alveg ótrúlega hvað þú getur komið með litlum fyrirvara. Já, okkur ég hafður hérna hálfpartinn á nóttunni, 10 metri yfir 11. Ég bara þorði ekki annað. Það Við erum að fara að tala, baktala fólk hérna. Já, þetta líka fullorðinstal núna sko. Já. Það svona real talki og þá er líka flest allir að hlusta. Nákvæmlega. Já. Herðu, en hvernig finnst þér árið 2015 búin að vera hjá þér? Mér persónulega? Já. Þetta bara ágætis ár með þetta 8 ár. Já. Ég alltaf hrifnar af sléttutölunum. Það skila mér árangri. Já, ég er hérna fæddur á sléttu ári og ég á því að hérna sléttutölu árin séu alltaf skemmtilegri. Ekki það að þetta hafi hérna ángrað mig neitt sérstaklega en hérna ég á von á betra ári 2016. Já, nákvæmlega. Real talk. Já, real talk, nákvæmlega. Herði, en ef við förum aðeins í íþróttapakkan, þú ert búin að vera hér á þessum krusum allt Suðurlandið. Já. Og fylgjast með hinum og þessum viðburðum og miklu meir en ég. Nokkuð tíma gerir. Ég rekst alltaf á þig, þannig að ég er ekki viss það sko. Já, það kemur þá bara í ljós og við þurfum að taka eitthvað tíma samanburð. Já. Fari sjómann upp á það. Kannski fara saman í bíl í gangstíðan. Já, það væri nú svolítið fróðlegt og skemmtilegt. Umhverfisvænir. Já, nákvæmlega. Herði, en hvað myndirðu segja að hafi svona staðið mest upp úr á þessu íþróttaári því að þetta er náttúrulega svo lýgilegt? Já, það eru mjög margir hlutir. Það er náttúrulega kannski það sem hæst ber að nefna er að karlaliði Gnúpverjaði Frjálsum tókst ekki að verja héraðsmeistaratitilinn sinn í hérna á meistaramótinu í sumar sem var skandal. Já, við vildum ekki aftur niðurlægja þetta mál. Þetta er Marinó Þorleifari sem að klúðraði málunum. Nei, ég er nú bara að grínast þetta. Það er margt sem að menn unnu mörg stóra afrek en það er kannski svona sem að kemur fyrst upp í kollin er árangur Björgvins Karls á heimsleikunum í CrossFit. Það er lýgilegt. Sem að ég veit hvað CrossFit snýst og svona og hef svona fylgst með þessu með öðru auganu í gegnum tíðina núna síðustu ára en ég bara satt hann að límdur yfir einhverjum vídeoútsendingum á netinu alveg bara frá aðtölu og bara skemmti mér náttúrulega konunglega að fylgjast með þessum kappa og náttúrulega hann kom bara CrossFit heiminum öllum gjörsamlega í opna skjöldu með þessum frábæra árangri þó að við heima værum kannski ekki öll hissa á því hvað hann væri hrikalega góður en að hann standi svona framalega á heimsvísu er náttúrulega það er bara stórkostlegt. Og þetta er svo skrítið að hann er náttúrulega svona svolítið stjarnað þarna úti og í CrossFit heiminum hérna á Íslandi en svo þegar maður hittir hann hérna út í bæja þá er maður einhvern veginn að blessaður. Já, hann er svo gjörsamlega yfirvegaður og jörðinni með þetta og ekki með neina stæla sko. Nei. Enda náttúrulega ég kendi honum aðeins í 7. bekk og svona tuskaði aðeins til sko þannig að hann fórum yfir mannasiðina og ég kendi honum fótbolta með hans. Já, þaðan kom að hæfileikarnir hjá Stokkseyri sem sagt. Já, reyndar fótbrotnaði ég þennan vetur á fótboltavellinum þannig að ég ætti nú kannski ekki verið að tala neitt mikið þessi afrek en Bjöggi er alveg, sko, hann er algjör, fyrir utan það að vera geða drengur, þá er hann bara algjör snillingur í því sem hann er að gera og frábær fyrirmynd fyrir bara aðra íþróttamenn. Sama hvað aldrei þeir eru og í hvaða sporti þeir eru, þetta er svona bara, hann er bara algjör gull drengur. En það er náttúrulega í fleiri höldum áfram í þessu jaðarsportum þá eignumst við líka 2 bikarmeistara alveg óvart einhvern veginn í fitness. Já, ég það voru þau hann Ingi er það ekki í Stokkseyri og hún Anita í Hvergeri. Þú sér það á mér, ég er nú kannski ekki mikið að fylgjast með CrossFit. Nei, með fitness. Það er mjög mismunandi hvað er þetta að fylgjast með öllu. Góðar smákökurnar sem þetta bjóða mér. Já, nákvæmlega. Það kom skemmtilega óvart að við fengum þannig 2-faldan sigur. Nú á þessu mánudagskvöldi ef ég fer skýtst yfir í öðru og annað bara í boltaíþróttinnar og ég byrja aðeins á handboltanum. Það er kannski, við erum eignast fleiri landsliðsmenn í bæði kalla og kvenna. Já. Og svo, náttúrulega þjálfararnir. Þórir var, heimsmeistari í gær? Já, í annað sinn. Og hann er náttúrulega búin að raka einn titlu með þessu frábæra norska liði og bara hann er líka að vinna þjálfari ársins og ég á kunningja út í Noregi sem að sagði mér það að Íslendingar
þeir gerir sér enga grein fyrir því hvað Þórir væri mikið stórt nafn út í Noregi. Þetta náttúrulega, við vitum alveg hann að gera frábæra hluti, þetta hann Þórir bara, að Birkjuöllunum, en hann bara stórstjarna í Noregi, enda hann búinn að vinna þvílíkt frábært starf sem þjálfari þessa norska liðs og náttúrulega var aðstofþjálfari í 8 ára á undan og þar áður var hann að þjálfa þarna úti kalla lið og eitthvað held ég út í Elverum og búinn að vera lengi í Noregi og hann er virkilega stórt nafn hann og svo náttúrulega bara Selfoss, það alltaf verið að tala að Selfoss er uppeldisstöð sem að vissulega er rétt, við erum að ala okkur frábæra handboltamenn og óskandi bara að við kemum kallaliðinu á þann stalla að þeir geti spila á heimavelli í efstu deild. Ég veit ekki hvort kemur undan í því að þeir verði lengur til þess að koma liðinu upp eða liði komist upp og þeir kom tilbaka. Ég veit ekki hvað er hver er rétt á uppskriftina því. Nei. Og eins náttúrulega kvennamegin efnilegar stelpur voru við ekki með einhverjar 4 í U20 hóp daginn og svo náttúrulega Hönnu sem er að stempla sig inn í A-landsliðið og bara þú veist það er hægt að telja þetta endalaust upp, við erum með efnilega leikmenn niður í alla flokka og það náttúrulega hefur verið svoleiðis á Selfossi. Akkur er ekki bara hægt að koma bólistildalið bara og vera bara þar kalla mig. Já, það er bara það kemur. Þetta er frábær spurning Já, ég veit. Ég er ekki með svarið við henni. Nei. Já, það kemur í ljós. En það er náttúrulega búið að vera þjálfarbreytingar á síðustu árum í handboltanum og það var enn að ferðir enn núna. Já. Veistu hvað það? Já, það er náttúrulega Stefán Átnason Já, ég var kvennalið. Já, kvennalið, já, svo náttúrulega Hilmar hann var dularfullsta uppsögn allra tíma. Já, Hilmar kom stuttlega við en hann er áfram yngri flokkana. Já, hann er með 3 flokk og er að vinna í akademíunni. Já. En hann Stefán kom núna fyrir þetta tímabil og ég held að sé nú bara almenn ánægja með hans störf. En það er hann bara held ég að gera virkilega gott mót með þetta lið. Og þeir verða náttúrulega bara í bullandi baráttu alveg fram á vor að komast upp og kannski verður þetta árið okkar. Ég trú ekki öru. Þannig bara með það eru skelltu stjórninni þarna daginn. Já, ég man nú eftir spátumni þínum frá því síðustu áramót. Nú? Þar sem þú spáðir öllum liðum á Suðurlandi upp deild meðal annars kallaliðið Selfoss í handbolta þeir fóru náttúrulega ekki upp. Nei. Þannig að það að þú segir að liðið fari upp FSU fóru upp í körfunni. Já, reyndar. Þannig að þetta er alltaf að koma. En ekki Hamar. Nei, það var magnað innvíð. Þetta er skemmtilegsta innvíð sem einmitt Hamar FSU innvíð. Það var svona skemmtilegast í körfuboltanum. Það var stór stund fyrir sunnlenskan körfubolta og frábært að fá annað lið upp í Dóminósteildina með Þórsörunum sem annað lið af Suðurlandi. Þó að uppskeran hjá FSU liðinu hefur náttúrulega verið full rýr hingað til. Ég held yrðu ekki í þessu vesinni að vera í botnbaráttu á þessum tíma í deildinni en það er greinilega þetta er náttúrulega stórt stökk upp á millideilda og þeir eru mikið til með sama hóp og í fyrra. Og í körfunni það er náttúrulega og hvergerðingurinn hann náttúrulega stóð sína vakt í Eurobasket. Já, Raggi náttúrulega skemmtilegur allstaðar sem hann kemur og vekur allstaðar athygli. Sama þó hvort hann spilar mikið eða lítið, hann er bara svo kemur alltaf til dyrana eins og hann klæddur bara reynt út og segir bara það sem hann finnst. Það er svo gaman að horfa á hann í viðtölum og hann hefur svo ótrúlega svona góð áhrif kringu sig og þó hann sé kannski ekki fá mikinn spiltíma með landsliðinu en eru frábæru menn í hans stöðu. Þá er hann bara góður í hóp og þeir tala allir rosalega vel Ragga. Hvernig er taktikið þín þegar þú ert að taka viðtal við Ragga? Hann er nú náttúrulega svolítið hávaksin, þá þarf það ekki lifta svolítið símanum upp eða? Já, ég þarf ekki að standa tám sko. Nei? Ég sá einhvern taka viðtal við hann upp á stólum daginn. Þetta er mjög fyndið sko. En nei, ég næ alveg, ég get tekt mig hann upp. Já. Og Raggi tekur manni alltaf vel. Og það er náttúrulega Marín Laufey, hún hefur náttúrulega verið að banka landsliðstöðnar hjá kvennaliðinu og hún er í Keflavík. Já, hún er ætli hún sé ekki svona svo kona á okkar svæði sem er svona hún getur orðið framtíðarleikmaður í landsliðinu og Jóhanna Björk Sveinsdóttir er náttúrulega hvergeringur, hún er þarna í hópi, ég man nú ekki, er hún ekki í Haukunum? Jú. Og það er náttúrulega fullt að stelpum
ef við getum talað að gullaldalið Hamars í kvennakörfunni þegar þær voru í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn á móti KR hvaða ár sem það nú var þá eru þarna, þú veist, Hafrún að spila í Stjörnunni í lykilhlutverki og Fanney fyrir norðan í Þór Akureyri og þetta alveg það var gaman að sjá þessar stelpur koma aftur saman í Hamar sko. Já, og svo má ekki gleyma sunnlendingnum sem búin að vera í háskólakörfubolta síðustu 3 ár, hún Heiðrún Kristmundsdóttur. Já, hún ætlaði nú að spila með Hamri í vetur en fór aftur út og hún náttúrulega frábær leikmaður. Já, ég trúi ekki að við sjáum hana á Suðurlandinu eftir árum. Nei, og það eitt í þessu sko, þessi uppeldisstöð sem að ungmennafélag Hrunamanna hefur verið í körfuboltanum. Nákvæmlega. Hvenna megin sérstaklega. Já, þetta alveg svona með við höfðatölu, alveg frábær hlutvall og það þarna menn sem eru að gera gott starf Árni Þór og fleiri og það verið að gera ekki um tíðina. Þannig að þetta við hefum alltaf marga efnilega og sumir slá í gegn, það er ekkert alltaf þannig en það er alltaf gaman þegar maður sér sunnlenska andlit komin í fremstu röð á landsvísu. Já, nákvæmlega og það virðist vera svolítið aukin árangur vera að sína sig í körfunni, bara svona ungi leikmenn að fara út og fleira. Já, það er náttúrulega mjög skemmtilegt að fylgjast með því og við erum vonandi bara eftir að sjá meira af því í framtíðinni. Já, herðu, þá þriðja boltaíþróttin, það knattspyrnan. Já, það er nú eina mínum uppáhalds boltaíþróttum. Já, ég geti trúið. Þú ert alltaf, nú ert þú komin eða ekki í einhverja stjórn í fótbolta? Jú, hefur alltaf reynda verið það ekki hjá Árborg? Já, ekki síðustu áreyndar en jú, ég er komin í innsta hring í knattspyrnudeildinni á Selfossi. Ég var að stjórn reyndar en mun reyna að leggja gott til málana þar og það er náttúrulega flaggskipið okkar í fótboltanum Sunnanlands er náttúrulega, við erum ekki að tala um Vestmannaeyjar núna því að þú talar vantilega um Vestmannaeyjar seinna við júla eða einhvern. Jú, svo sannlega. Við erum að tala fastalandið, að þá er náttúrulega kvennaliðið sem að náði sínum besta árangri, þær fara alltaf aðeins upp eina tröppu á hverju ári og voru núna í 3. sæti deild og aftur í úrslitum í bikarnum. Og það er bara vonandi að sá uppgangur haldi áfram. Með best klæddu þjálfarana líka? Með best klæddu þjálfarana og fallegustu liðstjórnina og bara þetta er virkilega góð umgjörð utanum sem hefur verið utanum kvennaliðið og það er náttúrulega mikið til Gunnari Borgþórsson að þakka og nú er hann komið með kallaliðið líka og það er það vonandi að menn svona aðeins leggja áherslu á það að skapa góða umgjörð fyrir strákana líka. Já, nákvæmlega. Og það er náttúrulega erfitt að tala kannski um það vantaði svolítið, það ekki svolítið stemningu svona á kallaleikinn í sumar? Jó, þetta var svona, það er líka náttúrulega helst í hendur við kannski slagt gengi. Að liðið náttúrulega byrjaði, ég man ekki hvernig tölfræðin var í upphæðum að þau runnu fyrsta leik og eitthvað og svo svona fór fljótlega hallund á fæti. Og þá er ekkert auðvelt að halda uppi góðri stemningu. Og það var ekkert spesmæting á leiki og þetta var svona einhvern veginn svona hálf daburt en svo náttúrulega voru gerð þjálfarskipti á þarna miðjusumri og Gunnar tók við af Soran og þá svona lifnaði þetta aðeins við og svona menn svona tóku gleði sín á ný. Já. Það var svolítið svipað på teiningnum í sumar í Þorlákshöfn, þar virtust ekki eða heimamenn virtust ekki vera að mæta á leiki þar í sumar? Nei, það kristallast náttúrulega af því að það voru fáir heimamenn í liðinu. Það er verður bara að segja það eins og að fólk hefur ekkert gaman af því og sérstaklega í plásir svona eins og Þorlákshöfn þar sem allir þekki alla og svo eru bara í liðinu einhverjir strákar sem úr Reykjavík og ég veit ekki hvað voru 2, 3 mestalegi heimamenn bara með fullri virðingu fyrir þessu þeir náttúrulega voru að spila í annarri deild og þurfa að halda úti samkeppnishæfu liði með einhverjum ráðum þá er þetta ekki það sem fólk hefur áhuga á að horfa á en ég meina þeir eru ekkert eina liði, það eru fleiri liði ég meina Selfoss er búið að vera með fullt af aðkomumönnum útlendingum og það er alveg sama umtalið um það við fólki sem að fjölmennti á leiki meðan við vorum með heimamenn í fyrstu deild og Pepsi deild sagði svo bara árið eftir ég bara þekki ekki nokkuð mann í þessu liði ég hef engan áhuga að koma að horfa á það þannig að þetta er náttúrulega vandamál en ægismenn þeir bara eru konum með nýjan þjálfara Einar Otto Antonsson Guðmund Garðar Sigfússon aðstoðarþjálfara
sem að ber það svona hans helsta fjöður í hans hatt að vera leikjahæsti leikmaður knattspyrnufélags Árborgar, þannig að hann mun koma með gríðarlega góða og mikla reynslu inn í þetta ægislið og þeir eru að fara að smala saman svona kannski að búa til svona aðeins meiri heima stemningu og það vonandi verður lykillinn að einhverju góði á þeim. Það náttúrulega Guðmundur Garðar búinn að þjálfa síðustu ár í KFR, nú hann farinn, veistu eitthvað hver búinn að taka við þar? Nei, það ekki alveg komað á reynd. Ég bara hef ekki heyrt það. Nei, maður veit nefnilega ekkert stöðuna þarna í Ráðgæðingunum. Ráða einhvern þannig maður nefnilega hefur ekkert náð að fylgjast með þeim málum. Nei, ég bara hef ekki verið þetta því. En áðurinn sleppur úr fótboltatalinu þá Árborg, knattspyrnufélag Árborg, Stokkseyri og Hamar voru alls saman í riðli í sumar. Já, stórskemmtilegt mót og Árborg fór í úrslit. Eftir hörkuleiki spiluðum við Hamar tvisvarsinnum hörkuleikir sem bara hefðu getað að fara á hvort með því sem var og þegar upp á staði þá náttúrulega munaði ekkert miklu á þessu liðum, þannig að það voru einu verið þessir innbyrðis derbyleikir hjá Hamri sem að réði því hvort liðið fari í úrslit. Stokkseyringar náttúrulega voru ég segi ekki auðveld bráð en þeir fengu nokkra skelli. Já. En það eru líka mann kannski að nálgast þetta eins og öðrum forsendum, en að hefa minna og umgjörðin kannski aðeins öðru sig. Ég veit að það er búið að efla mikið svona umgjörðin utan kallaliði Hveragerði og menn stefna hátt þar, vilja fara upp með deild. Guðjón Bjarni og strákarnir í kringum Árborgarliðið eru búin að vera að gera frábæra hluti í að búa til svona stemningu og umgjörð. Og það flytti Árborgarliðinu mjög langt í sumar þó að þeir hafa ekki komist langt í úrslitakeppni, féll út í 8 úrslitum gegn liðinu sem var síðan deildarmeistari og það var algjörlega verðskuldað að Vængir Júpiters unnu þá Reimu þó að Árborg hafi hitt á mögulega lélegasta leik sinn í sumar, sá leikur sem að skipti síðan öllu máli. Já, þá er það bara svo leiðis, þú getur tapað einu leik, lið hafa feilað á því að fara upp með deild án þess að tapa leik allt sumarið. Það er til í sögunni, þannig að þessi fjórðadeild hún er svo rosalega mikið lottó þegar komið í úrslitakeppni að hitta á góðan dag. En það er bara vonandi að þessi lið verið saman í riðli eftir næsta sumar og fáum spennandi mót. Mér hlakka mikið til að fá þig í ríltólk einhvern tímann eftir áramótin með hvernig Árborg var búið til á sínum tíma og fleira því að þú vart mikið í kringu það. En við förum í einstaklings íþróttinnar ein hópíþrótt eftir, 5 leikar, ég gleymi þeim alltaf, við erum náttúrulega Íslandsmeistarar og fleira Já, má ég segja eitt fótbolta, það eru hægt fótbolta Landsliðsmenn? Já, einn af hápunktum ársins náttúrulega árangur landsliðsins og þar spilar Jón Daði náttúrulega stórt hlutverk og sem kom einhvern veginn svona bara bakdæra með inn í þetta landslið Já, en bara hann passar inn í kerfið sem þeir eru að spila og góður saman hann og Kolli frammi og við getum verið ótrúlega stolt að því eiga þarna 2 A-landsliðsmenn og Jón Daði náttúrulega búin að bara koma mörgum ávart og bara brillera með liðinu og vonandi verðum við bara með þarna 2 fulltrúa á EM næsta sumar. Jafnvel 3 því að Guðmundur Þórarinsson bankar upp á. Já, jafnvel 3. Það verður flott að sjá. En 5 leikarnir, það er náttúrulega þetta 5 leika ár 2015 búin að vera ótrúlega gott. Já, frábært ár hjá 5 leikadeildinni á Selfossi mixliðið, deildarmeistari, Íslandsmeistari, bikarmeistari, keppir á NM. Þetta er svo gaman að fylgjast með þessu og hefur farið á svona hópfimleikamót. Já, þetta er svo rosalega stemning, maður er með gæsahúð og köttin í hálsinum. Þetta er fyrsta ári, allan tíman. Þetta er fyrst skipti síðan 2011 frá því byrjaði í íþróttafréttamennsku sem ég byrjaði að skilja hópfimleika. Já, þetta er bara svo mikið snilda fyrirkomulag og að vera á svona móti, bara hvet fólk, þó þið hafið engan áhuga á fimleikum eða íþróttum eða eitthvað, að fara á svona mót, það er svo ríkaleg stemning og það er svo skemmtilegt að vera á svona mótum og náttúrulega þegar árangur næsta sjálfsögur líka eins og Selfyssingarnir hafa verið að ná, það er alveg ofboðslega gaman að fylgjast með þessu og gaman að sjá að allir búin að skrifa undir samning og fleira og halda áfram og líka það er fullt af ungum iðkendum og ég veit ekki hvort það eru einhverju 400 iðkendur í fimmleikadeildinni og náttúrulega alveg niður í einhverja litla gorma sem að verða seinna fimmleikastjörnur að það er verið að vinna alveg rosalega gott starf þarna
í að halda utan deildina og við eigum örugglega eftir að framleiða góða fimmleikamenn áfram. Og já, maður fer hérna í frjálsar íþróttir, það við höfum alltaf afreksfólk í því. Já, kannski Kristinn Þór, ætli hann sé ekki svona í meistaraflokki fremstur á landsvísu og svona Fjólasigný sem búin að vera mikið meidd og kannski svona ekki verið alveg á sínu besta þess ári en hún náði í einhverja titla og búin að vera öflug fyrir sitt lið. Svo hvað er ekki Þorláksson búinn Styrmir Dan, hann náttúrulega hvað er hann 18 eða 19 ára, ég veit ekki hvað hann gamall sko. Hann stekkur hærri en ég. Ég held að hann sé að fá bílprófa næsta. Það er ekki erfitt, já. Hann er eitt svona til að fylgjast með. Já, en svo sjálfsvarna íþróttir, það judo, taekwondo, þar við, í judonu, þar náttúrulega Egill Blöndal, alltaf að gera það gott, Þór. Já, fleiri sko. Fleiri alveg rosalega. Grímur hann náði í titla á NM ábyggilega undir 20 ára. Já. Grímur Ívarsson. Og það eru fleiri og það er þetta er lítil deild, kannski ekki margir iðkendur en við eigum nokkra sterka og svo náttúrulega í taekwondo eigum við Norðurlandameistara bæði kalla og kvenna. Já, Ingibjörg Erlu og Danna. Þetta er náttúrulega ótrúlegur árangur hjá þeim. En svo náttúrulega, við vorum að eignast bara núna dögunum, það er náttúrulega í fyrst skipti sem við eignumst sundkappa sem keppir okkur stórmóti á Suðurlandi. Já. Hún Hvergeringur. Já. Ertu búin að googla nafnið hennar? Nei, þú verður að gáða því. Það var nefnilega stólið úr mér. Heitir hún ekki Snæfríður Sól? Já, eitthvað svoleiðis, já. Ég var alveg búin að gleyma því afsakið. Við erum ekki með neitt fyrir framan okkur hérna. Nei, hún uppalinn í Hamri og er núna býr út í Noregi og eða í Danmörku, móti verið Noregi. Já. Og hún var þarna í 7. sæti í yngri flokki. Á Norrlandamótinu. Hvernig fór staðið að munið þetta allt utan af? Og það er réttur með nafnið og það er réttur með það vantar bara tíman. Já, ég lein á mér 57 hvað er tíminn? Jó, það er rétt 57-39 sekundur. Í 100 skrið. Já. En hún er bara 15 ára held ég alveg örugglega. Hún á 1 ár eftir í þessum yngri flokki, þannig að hún var að keppa þarna við krakka líka sem eru ára eldri en hún. Þannig að hún og kannski eftir að gera enn betur á næsta ári óvanandi, hún er að sína framfærir bætti sig alveg hrikalega á þessu móti. Já. En við erum vel búin að fara yfir flest allt, það er motocrossi sem ég gleym alltaf. Já. Að venju og golfið. Voru ekki 2 Íslandsmeistarar þar? Jó. Gyða og pabbinar. Hvernig, þú manst þetta? Ég treysti á þessi rétti mér. Já. En í golfinu, þar er náttúrulega ný aðstæða komin í gagniðinni. Það er gaman að því að það er búið að vanta svona góða inniðastöðu og hann ætla búið að vera inniðastaða svona hér og þar og menn hafa verið að hrakkála með þetta og svona verið að reyna að gera eitthvað en núna er svona komin kannski eitthvað sem getur bara haldist og nýst áfram, virkilega flott aðstæða og margir góðir kylfingar hérna á svæðinu og þá við náttúrulega erum búin að tala mikið Selfoss en það er náttúrulega í klúbunum hérna alls það kring Hvergir og Þorlákshöfn og Hellu er hann Andri og bara náttúrulega upp allar sveitir, Karl Gunnlaugsson í öldungaflokki hjá Hrunamönnum. Við eigum góða kylfinga hér og þar. Já. Eitthvað í lokin sem við erum að glemma að fara yfir? Já. Já, að sjálfsögðu. Er það ekki? Jú. Torfaran, já, þar erum við okkar menn í götuflokki og sérútbúin. Já, Snorri var Íslandsmeistari í sérútbúinflokki og Ívar í götubílflokki og Snorri fór nú út í skíin að keppa á Fía Nesmótinu og var grátlega nálægt því að sigra þar, er það ekki rétt hjá mér? Jú, það gæti ekki verið tæpara. Manstu það ekki? Jú, það var bara gæti ekki verið tæpara, það var ein hreyfing. Já. Bara akkurat. Þannig að þetta toffar náttúrulega svolítið okkar sport, sko, í okkar Íslendinga. Þannig að þar eru við sunnlendingar fremstir í flokki. Já. Þetta árið allan. Já, og bara í fyrra líka. Verður þeir ekki báðir til hans? Jú, við bara heldum þessu áfram. Já. Það er ekki spurning. Ég skrifaði ekki til mig, sko, kannski er ég að bulla allt, sko. Ég held að við sem búin að fara yfir mest allt sem hægt er að fara yfir, en það verður eitt sem ég veit að þú ætti eftir að sakna sennilega á 9 ári, það er að geta ekki sé Sebastian Alexandersson spila meira. Já, og ég misti af 700. leiknum hans. Já.
Þú varst þar fyrir mína hönd. Já, og klikkaði heldur betur maður. Já, Basti stóð sér vel í leiknum. Já, gerði það, varði 16 bolta. Já, 16-18. Já. En mér skilst þér að það bara verið 13. Það voru margir að telja, það fekk enginn sömu töluna. Nei, hann taldi svolítið fyrir mann líka. Já, það er gaman að því að Basti telur sjálfur sko, og svo ef hann ver ekki, þá skuldar hann eitt sko, og svo þetta þegar hann er að spjalla í stúkuna, minnst alveg kostulegt sko, menn er að kynna eitthvað í honum og hann svarar sko bæðið með framistöðinni og svo fer hann að kjafta við fólkum í stúku. Þetta er algjör snillingur og sjónarsviftir af honum, hann er náttúrulega orðin hvað, 60-70 ára? Já, nákvæmlega. Nei, hvað er hann gaman, 45? Já, nei, ég held að hann sé 49 ára kallinn. Já. Eða 48. Hann er náttúrulega, sko, hann gæti ábyggilega haldið áfram. Já, ég held það líka. Ég spurði hann einmitt hvort hann ætla ekki að fara í Old Boys, því að nú eru nokkari kappar hérna í kringum Selfoss sem gæti alveg verið með Old Boys lið. Já. Ég sé alveg fyrir mig Grím Herkis og fleiri 9 ári hérna og Basti og Gísli Felix og þessi bara allir komin í boltan aftur í Old Boys. En það er náttúrulega flott fyrir hann að hætta í 700 leikum sléttum og að hætta í svona leik, sko, svona innbyrðisleik hjá heimaliðunum hérna tveimur. Já. Þetta verður mjög eftirminnilegt fyrir alla sem að voru þarna, hefa ég ekki. Já, hann hlýtur nú að taka 1 leik í viðbót fyrir ykkur. Heldur það? Já, það er bara ekki hægt hana. Já. En Gummi Kalli, þakka kærlega fyrir komuna. Hvernig eru jólin á þér svona rétt áður sleppir? Þau eru bara alltaf eins. Það er bara matur heima hjá mér á aðfangadag. Stór fjölskyldan mætir þar svona að einhverjum hluta og við borðum ýmislegt. Svo er þetta bara jólabóðin og pakkarnir og snjórinn og ófærðinir í Sandvíkurhreppi og aldrei moka þar og óvíst að maður komist í nokkuð boð. Já. Það var nú bara hæpiðið kemist hingað núna, það er búið að skafa svo mikið hérna niður frá. Við erum búin að tala saman í 25 mínútur. Já, það er ekki hægt annað. Ég vona að áhorfundir hafi notið þessara stundar okkar gests. Já, það gera það sjálf. Og ekki slögt á viðtækjunum. Nei, það verður fleiri. Ég fæ hérna skilaboð mennir á rúndunum bara að hlusta á okkur. Þetta er í fyrsta skipti sem ég kem í þáttiðin. Nei, þú lígur því. Hvað er búin að vera í mörg ár? Síðan 2011. Já, þakka bara kærlega fyrir búið. Já. Herðu, Guðmundur Karl, sko, þakka kærlega fyrir að gefa mig tíma. Gaman að þessu, heyrust, gleðileg jól. Gleðileg jól sömuleiðis. Ég þakka fyrir hlustunni í kvöld, njótið vikuna sem framöndan er og hátíðarnar og missið ekki af Suðurland FM alla daga vikunar. Við heyrumst á næsta ári en hvet ykkur til þess að taka þátt í kosning og íþróttamanni ársins og svo minni tilkynna á Facebook hver vann legglífina. Þetta er legglíf sem er merkt G-form. Þú tókst þátt í leikinni, það ekki? Jú, en það heitir legglífin í höfuð á mér. G er í formi. Já, þannig að þið líst vel á þessa legglíf. Já, rosalega. Nákvæmlega, bestu þakkir. Stærsta kvikmynd ársins